Í Jesaja kapla 55 öðru versi segir: Hví reiðið þér silfur fyrir það sem ekki brauð, og gróða yðar fyrir það sem ekki til sanings? Hlýðið á mig, þá skuluð þér fá gott að eta, og sálir yðar gæða sér á feiti. Heilsu umbót skynsamlegt val heilnamustu fæðutegunda sem matbúnar eru á hinn heilnamasta og einfaldasta hátt. Líkamar okkar eru byggðir upp af þeirri fæðu sem við borðum. Það sífellt verið að brjóta niður vefi líkamanns. Hver hreyfing hvers líffæris hefur sliti för með sér og það bætt úr þessu sliti með fæðu okkar. Hvert líffæri líkamanns þarf að fá sinn skerf af næringu. Það verður að sjá heilanum fyrir sínum skammti. Beinin, vöðvarnir og taugarnar krefjast síns. Það undursamleg starfsemi sem breytir fæðunni í blóð og notar þetta blóð til að byggja upp einstakar hluti líkamanns. Þessi starfsemi fer sífellt fram og veitir hverri taug, vöðva og vef líf og þrótt. Guð hefur séð manninum fyrir nægum náttúru auðæfum til að fullnægja óspilltri matarlyst. Hann hefur breytt framfyrir hann afurðir jarðarinnar, fjölbreytt úrval fæðu sem bragðgóð og næringarík. Af þeim segir hinn góðgerðarsami himneski faðir að við megum eta eins og við óskum. Ávextir, korn og grænmeti sem matrætt á einfaldan hátt. Þetta veitir líkamannum næringu, gefur þol og vitsmulanlegan þrótt sem örvandi fæða veitir ekki. Gerið mataborði lokkandi og aðlaðandi með því að leggja á það hið góða sem Guð hefur svo ríkulega veitt. Verum glöð og sæl við matborðið. Við njótum gjafa Guð skulum við svara gjafaranum með þakklættri lofgjörð. Guð hefur gefið okkur ávexti og korn jarðarinnar til fæðu til þess að við getum haft óspillt blóð, rólegar taugar og skýran huga. Nú segir hann okkur hvernig við eigum að koma, eta og drekka. Það sem hann að bjóða okkur, hlustið vandlega á mig og etið það sem gott og njótið yðar í ríkum mat. Hvað eigum við að borða? Orð hans. Þetta hljómar undarlega. Hvernig borðar þú orð einhvers? Taktu eftir að þetta vers að bera saman tvö skilningavit okkar, að borða og heyra. Hvað borðum við? Mat. Og hvað heyrum við? Orð. Þegar við hlustum á það sem einhver að segja og við tökum á móti því, erum við að leyfa einhverjum að komast inn í okkur og verða hluti af okkur á sama hátt og að borða hleypir einhverju inn í okkur og verður hluti af okkur. Við tökum þátt í því sem hann býður okkur með því að hlusta á orð hans. Þegar fólk hvatt til að eyða meiri tíma í Biblíuna, segir fólk oft: Þú þarft að komast inn í orðið, og þetta satt. En tilgangurinn með því að komast inn í orðið að orðið komist inn í þig. Hugsaðu orð Guðs svo mat. Guð líf okkar og hann nærir okkur með orðið sínu. Það í mjög bókstaflegum skilningi, þar sem orð hans fæða okkar. Það nærir og heldur upp í andlegu lífi okkar. Þegar þú ferð í orð Guðs, skaltu ekki bara lesa orðið. Hlustaðu á drottin í gegnum orð hans. Veldu eitt vers sem stendur upp úr og farðu aftur og aftur. Hlustaðu á það. Rannsókn á orðinu á sinn stað, en oft mun námið afvegaleiða okkur frá einfaldleikanum. Að hlusta bara á drottin í gegnum orð hans. Þegar þú hlustar, ertu í raun að borða og drekka orð drottins. Það að koma inn í þig og verður hluti af lífi þínu. Rétt eins og að borða mat, þá mun það stundum bragðast, alveg ótrúlega, og stundum mun það bragðast þurrt. Að hlusta á orðið þarf ekki alltaf að vera eitthvað stórkostlegt, ekki frekar en þegar þú borðar máltíð. Þá ertu ekki endilega að búast við einhverju ótrúlegu. Þú borðar til að lifa, á sama hátt átt þú að borða orð Guðs til að lifa. Þegar þér leiðist eða einmana eða áhyggjufullur, hvert fer hugurinn? Hvað hlustar þú á? Kveikir þú á tónlist, ferð á Instagram, lítur á annað fólk? Lærðu að snúa þér til drottins og orðs hans á þessum augnablikum.
Hlustaðu á það, borðaðu það og þegar þú gerir þetta muntu uppgöta að það er sannarlega hjálplegt og ánægilegt.